Sælir veiðimenn og velkomnir í fyrsta þátt að Hylnum hlaðvarpi. Í vetur ætluðu félagarnir að vera duglegir að taka upp margskonar efni sem tengist flugveiði og leggjast á dýpið. Viðtöl ekki ósvipuð þeim sem ég hef áður tekið á öðrum vettfangi sem á að víkka át efnistök. Auk þess að birtast að þessum helstu hlaðvarpsveitum muni það til dettin á YouTube í toppgæðum. Mér langar að þakka þeim fjölmörgu vinum og félögum sem hafa hvatt okkur í að fara í þessa vegferð eða lagt lóð á vogarskálarnar. Þið viti hver þið eruð. Langar að kynna Birkir Mar Harðarsson og Vésteinn Þrym Ólafsson en þeir eru mennirnir á bakvið tjöldin sem halda þessu öllu gangandi. Ekki var aðdragandinn að Hylnum langur og höfum við lítið gert með að lítið kringum okkur varðandi styrktaraðila. Ef að þitt fyrirtæki hefur áhuga á að leggja okkur leið, vertu þá endilega í sambandi. Snillingarnir í veiðifélaginu stukku þó strax til og eru mjög spenntur fyrir mínu áframhaldandi samstarfi við þá félaga á nýjum vettvangi. En áfram með smjörið. Viðmælandi minn í fyrsta þætti er eins og allra hressasti í veiðibransar, Rafn Valur Alfreðsson, kenndur við Miðfjarðará í seinni tíð. Mig er lengi búið að langa spjalla við Rabba enda hefur hann frá mörgu skemmtilegu að segja. Óhjákvæmilega fórum við aðeins yfir þetta erfiða COVID-sumar, góða æsku á Egilsstöðum og uppgang í atvinnurekstri. Miðfjarðará fékk svo sinn verðskuldaða sess, auk þess sem við ferðumst til Argentínu sem á miklu víðar veröldina. Takk kærlega fyrir að kíkja til mér, Rabbi, og ég er þess fullviss að allir ætti að geta notið. Já, Rabbi, velkomin í Hylin. Já, takk fyrir. Hvernig kemurðu undan sumri? Herðu, maður er svona að skriða saman Eftir annaríkt annaríkt sumar. Mikið af púsluspili og... Já, ég held að það er nú oft reynt á menn að leigutaka að reyka svona laxi á, en ég held að það var aldrei eins og núna. Nei. En þetta tókst svo mókilega hjá okkur, þannig að það var mikið fyrir haft. Já, hvernig var stemmingin? Var þetta endalaus e-mail og... Já, ég meina sko, náttúrulega, þú veist, þetta er svona, sumir voru hrættir, þorðu ekki að ferðast, aðrir, þú veist, aðrir áttu sko konur sem að neituðu að ferðast og þannig að svo líka bara, þú veist, mennalendi að vera búið að kanselera flugum og þú veist, Amerikanar sem vildu koma en gátu bara ekki komið og þannig að, og svo náttúrulega bara eftir 19. ágúst þegar að Seinni bylgjan? Já, eða þessi ríkisstjórn, þú veist, lokar landinu og þá... Já, þú mitt settir Facebook-statusinn þannig. Þú mistir ég man ekki hvað marga daga í rauninni. Já, eða í endursölu. Já, við þurftum að kanselera þetta einhverju 52 útlendingastöngum skilja á síðasta mánuðurum og fáum 5 daga fyrirvara og þannig að maður svona, þú veist, það var fúlt og þungt og að því að við í raun og sáum fram á að bara geta enda þetta sumar með, þú veist, bara nánast fullu húsi og mikið útlendingum á tímabili og svona, þannig að við vorum svona svona sparkaði niður á lokasprettinum, sko. Já, hvernig var þetta samt, sko, já, nú sé ég fyrir mér, þú færði þetta 19. ágúst í fangið, þú veist, miðferð á 1725 laxar, besta náttúrulega áin á Íslandi í ár, en sko, veiðin samt, þú veist, íslenski veiðin að vita að veiðin ekkert sérstök, þú veist, á landinu og þetta er ekki prime time sem að ganga skekk, þú veist, maður gerir áfyrir að þú væntanlega þurft að svona harka þessu út. Já. En hvað verður þú veist, þarftu að flóta þessa menn yfir á næsta ár sem að komist ekki eða... Já, við erum svo sem, sko, við vorum með svona ákveði kerfi, menn vorum svolítið svona í þoku, þú veist, lengi vel bara í vor, þú veist, frá basically mars til mæ, sko, hvernig veitum að taka á þessu, við erum búið að opna, við erum ekki búið að opna, hvernig eru aðrir að gera þetta, þú veist, við vorum bara með svona ákveðna policy sem við bauðum hennum upp á, voru svona, kannski svona freka stífir, sem að ég held að voru til þess líka, voru margir sem ákvaða bara að koma og voru mjög þakklátir fyrir það síðan, sko. Og þú veist, en ég meina, þú veist, en eftir 19. Hvernig pólicy er það? Er það bara, ef þú getur komið, þá færði það ekki endurgreitt? Já, nei, við vorum ekki alveg svo harðir, sko, en sem sagt, við tókum bara svona ákveðið svona cancellation fee, bara, en eftir 19. ágúst, ég meina, þú veist, þá eru landamærin lokuð, þú veist, hvað sem að fólk er að reyna að segja, þú veist, og þannig að
þú veist, eftir það þá fannst okkur allan ekki, þú veist, við getum stækt á öðrun að bara taka bara 100% rollover á það lið sko. Og faktist séð sko, með að við sóttvarna reglur og allt það, það hefði átt að vera, þú veist, eins stíft farið eftir öllum reglum, að þá náttúrulega hefði ekkert veiðihús átt að vera opið í sko, eftir 19. ágúst, það er útilokað að tryggja 2 metra reglu í veiðihúsi. Það er alveg 100% þannig. Og svo það voru hérna skemmtilegar þessi guideline frá hérna hvað er Landsamband veiðifélaga hitamæla alla starfsmenn á hverju mótni og þetta virkar ekki alveg svona sko. En ég held að, þú veist, ég meina það er samtalið magna að það kom ekki upp smit í neinu veiðhús í sumar og þú veist, þannig að ég held að það bendir nú til þess að það bara verið vilt ekki á því. Já, menn það er bara með rassamælinn og lofti allar mála. Já, ekki ég, en spritbrúsan. En þú veist, ég meina, þú veist, maður hugsaði alveg út í að það kemur upp smit í svona veiðhús, þá er bara shutdown í 2 vikur eða eitthvað. Maður er líka að hugsa það svona, segjum að það kemur út því að stemmingin í samfélaginu var náttúrulega mjög svona hliðull þríeykinu og svona segjum að það kemur bara eitthvað stórt fjármálafyrirtæki sem hafa nú kannski ekki ennþá náða að njóta almannaheillar eftir hrun og það kemur eitthvað hópsmitt í einhverju bankaholli eða eitthvað svona hvers konar PR-katastrófa það væri sko. Já, það er hlakkað í mörgum en sem betur fer þú veist, þá bara sluppu bara öll veiðhús við það og við vorum til dæmis, ég meina, þú veist, við vorum nokkuð harðir á því að við sérstætt í raun og veru sögðum fólki, þú veist, ef það hefði tök á að fara að láta sko skima sig heima áður það kæmi hinga sem að mjög veist vera rétta leiðin sko. Og við vorum til dæmis með 2 frakka sem hefðu komið hérna smitaðir inn í landið og í Æslandi er vel í gegnum flugvöllin og inn á hótel og kannski út að borða eða eitthvað sko, sem voru smitaðir og ákváðu þessna og gátu ekki ferðast sko. Þannig að þú veist það var ágætis taktur í þessu allan að koma ekki upp neinn smitt og ekkert sem maður heyrst en maður var frekar liður á þessu en þú veist svona þetta slapp svona næstu, náttúrulega ekki með Amerikanna en þessi dagsending 15. júni ég manum þetta við fyrsti erlendi kúnum minni sumar lendi 16. sko. Það var svona en við fengum enga útlendinga í júni við fengum held ég, það voru 2 í opnunni okkur sem voru búin að vera sko í sóttkví í hálfa mánuð áður þeir kom í opnun og þannig að þeir voru reyndar að taka upp kvikmyndirna sem eru sýnd í bara BBC held ég í vetur sem er þá með fyrir bara að lefni nei, ég held að þeir voru bara veið út allt land og voru með ekkert í skúla og veittu bara allt land ég menna, þú veist Víðidal, Blöndu, Miðfirði Þingvöllum, Áskarði út allt bara þannig að þetta verður hörku landkynning og þetta er svona 2 gæja sem bara ákveða að ferðast í miðju COVID-lókun og eru saman 2 reyndar 3 með tökumanni í sóttkví í hálfa mánuð það er koma svo í svo bara mæta þær í opnun í Miðfirði magna maður það er á þetta kom út bara ekkert í vetur heldur eða? Já, ég er búin að sjá einhvern svona trailer eða einhvern svona teaser, þetta lukkar flott sko frábært og þó að sé kannski ekki eitthvað brjálast mikið efni úr Miðfirðinum á þetta held ég þetta verið bara hörku landkynning fyrir Ísland og veitir ekki af Heyrðu, hvað ég var nú eitthvað svona fór aðeins svona tímarit.is að gaufast í dag, svona reyna að fá eitthvað smá background mögulega eitthvað vandræðilega mynd með eitthvað möllett eða eitthvað fann úr kirkjuskrám þú ert fermdur 1989 á Egilsstöðum ertu að austan það? Maður er héraðsbúi sko. Þú ert héraðsbúi, bara ættaður og Já, ég bara fættur á uppalinn þar og bjóð þar bara þangað til svona 97-8 þegar ég kemur inn í iðnskólan fyrir utan einhver 2 ár sem að foreldrar minni tók á ákvörðun að flytja til Asíu þannig að bjögum í Tælandi, Malasíu og Filippseyjum í 2 ár flökkuðum þar á milli að pappi var að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar að kenna fiskveiðar Það er nokkuð magnað með þér þannig að Er það þá þessi fiskveiði
fiskveiði skóli Sameinuðu þjóðanna. Já, eitthvað svo leið og svo var hann að vinna sitna hjá Sameinuðu þróunarstofnunni út í Namibíu þannig í sama gera en annars bjó ég bara í Egilsstöðum og bara ólst þar upp og við bara gott atlæti og mikið frelsi og hvað byrjar við? Þú veist, það er náttúrulega nóg að sprænum hana og náttúrulega lögurinn Já, við vorum að veiða bara allt sko. Það var að rennur alltaf á hann í gegn sem heitir Eyvindará og það frægust fyrir að menna að stökkva á hann á brúnni Já, hún er fræg fyrir það núna helst sko, en þarna var alveg hörku veiði sko. Þarna var maður bara að fá sko, oft 20, 30, 40 silung á dag og bæði þú veist niður við flugvallarenda og svo bara í allri ánni og lengst upp í Gil síðan þarna þegar það fór að líða á sumarið þá fer hún það lengst áttinn inn að Fagradal ég veitti nú þarna fyrir 2-3 ára síðan í alveg gullfallir ég man nú ekki hvað hann heitir risastór, svolítið vassfall Grímsá? Nei, ekki Grímsá hún fellur út í laugin svo Já en þú veist, þarna voru urriðar og bleikjur og bara en það sérst, Eyvindaráin nokkuð mikið vassfall Já, þessi á mikstæðin það keyptum að veiðilega okkur tjaldstafveiði En var það ekki þá bara í Selfljótinu? Nei, sem að rennur út í það er bara að segja það fullt þarna, ég veit að það líki á sem heitir Rangá minnum við akkurat, hún er hérna hinum með við þetta svolítið svona slappast eftir að Kárahnjúkar og virkjaðir Já, ég náttúrulega svo mikið veitt þarna bara í, þú veist leiðilegt að segja það sko í 25 ár en þú veist þarna var maður bara út allt og ég man eftir einum sem að var að vinna hjá Vegagerðinni svolítið eldri en ég sko, hann sagði sko ég man alltaf eftir þegar þú varst krakki og varst alltaf hjóland út allt með bakbók og veiðistöng og á sumrin og ég var bara þannig krakki ég tók bara fótboltaæfingarnar þú veist þegar þær voru og svo var ég bara þú veist ég var bara alltaf veiðandi og út í eitt og bara náttúrulega algjört góðsand land þannig séð sko. Já, svo fer maður að fara skilur það eru þarna vötn skilur sem eru líka flott Selvatn og Krókavatn sem er stórum urriðum og Grímsána og þarna og síðan þegar þú veist maður fór að eldast og fá bílpróf þá fór maður að ég var að vinna í bakarín þegar ég var svona 17, 18, 19 ára og þá var ég með svona díl sko á vinkona mín sem að vann á tjaldsvæðinu á Egilsstöðum og ég fekk að fara í Gilsána og Selfljóti þegar það var laust sko og svo borgaði ég bara ef ég fekk eitthvað og ég held að þetta sé fyrnt núna en ég geti sagt frá þessu en það var svo fór ég oft nýr í Breiðdal líka og þá var þetta náttúrulega þú veist áður en að fara að reka svona veiði þú veist selita sem einhver operation og þá hringdi maður bara Hótel Bláfell og fekk bara að fara í Tinnudalsána eftir hádegi skilur þegar maður búin að vinna kannski klukkan 11 og svo veitir maður bara 4-10 og kerði bara í Ístað og mættur í vinnu aftur klukkan 3 nóttina sko, ósofin og stundum með eitt lags í skottinu Já, og náttúrulega mikið bleikið þarna líka Já, er enn í runni og held ég enn sko en þú veist við fórum að það niður í Breiðdal til að ná okkur í lax það var bara Þetta var hvað, 50-100 laxar ári Já, ég meina að þú veist hún átti ára sem hún held ég náði 300-400 sko og þrátt fyrir, hún var ekki mikið stunduð og Selfljóti náttúrulega gefur alltaf eitthvað Selfljóti gefur alltaf eitthvað og Gilsáin svo 6 og 7 sem hefur hlutin af Selfljótinu Það er fáir svona veiðimenn hérna svona suðvesturóttunir sem hafa eitthvað gefið þessu gaum Já, og þetta er nú kannski Þú ert ekki að fara að keyra þannig 8 tíma Nei, ég held nú ekki sko en þú veist þegar ég var krakki þá þú veist ég átti þarna góðu vinur minn í dag sem var giftu frænku minni hann var á sjó hérna í bænum og hann kom alltaf austur í 2-3 vikur á sumri til að veiða og þá vorum við að fara í þessi heiðavötn og í þú veist Eyvindarána og það er að ganga kílar inn úr fljótinu sem að geima oft mikið að silungi og þannig að það var þetta að fara mjög við og út í Fögrulegarós í Bleikjuna og alveg geggja sko og það er svona þú veist að vera þar kannski bara einhvern veginn miðja nótt sko þú veist þetta er bara geðveikt sko splungun í Bleikja að koma inn og þetta var bara geggjað Já, þannig náttúrulega
bleikjan en þá bara upp á 10 já maður það gamall sko en þetta líka, náttúrulega, þetta ótrúlega sérstætt svæði eins og þeir var að veiða þarna í þessari ég bara byrst fyrirgefningar hérna til Jón Egils hérna, Sveinssonar sem að setti mig hann út við þessa á mun ekki hvað hann heitir en þú veist, þarna eru breiður og þú veist, það er bara svona eins og norskur skógur í kringu þig og bara svona ótrúlegt logg sko það er alveg magnað maður og átmast og tærar að kasta fisk sem að sér, þetta er ótrúlega mörg tækifæri þarna og eins og hann Jóhannes Sturluson sagði mig, þeir eru náttúrulega farin að sleppa þarna einhverjum laxaseiðum og mæla og það þarf eitthvað að laga stegan hana í virkinni en... ég veit ekki hvernig staðan er á honum sko, en það var náttúrulega, ég man eftir mjög skemmtilegu tímabili en það voru krakkar, það var byggður þetta stíi í gegnum sko Lagarfossvirkjun sem að sko ég held að fiskurinn hafi þurft að fara í gegnum túrbínuna til að fara upp sko þetta var ekkert og það var ekkert eitthvað alveg úthugsa og svo var náttúrulega bara þú veist, ekki tægt að hafa þetta svona en það var byggður nýr stíi og þá var farið eitthvað rosa projekt sem að gekk út á það að veiða laxi gildur fyrir neðan Lagarfoss því að það er alveg töluvert á laxi fyrir neðan Lagarfoss hefur alltaf verið og hann og Simmi á Ekru sem að búið á hann fyrir neðan sko, hann fór þetta var gamall netakall hann var ráðinanda frá Landsvirkjun að veiða fisk í net og svo voru þeir mertið með svona stórum gulum merkjum sko skellt í bakið að þeim og svo var kyrt með á uppbyttir og sleppt í Eyvindarána og Grímsána og þú veist og þessar sprænur og síðan fóru við strákarnir bara með polaroidgleraugun og þú sást það bara eins og endurskismerki út allt og svo bara veitu, en mjög oft voru þeir að fá samt sko veiða fiska aftur daginn eftir í Gildurdal sem þeir höfðu sko verið búin að merkja og sleppu upp yfir þeir tóku bara strauið niður úr sko er ekki mitt svona þegar við vorum að reynda í Hofsá byrja að flytja fiska upp fyrir fossinn sko þú ætti að leyfa þeim að kúka aðeins í búrinu og þú hleypið þeim út sko fyrir ofan. Jú, ég hef nú reynda gert svolítið af þessu fyrir norðan sko en við hefum svona bæði prófað að láta þá hanga í einhver tíma og sleppa þeim svo og svo líka fara með þá bara og bara sleppa þeim bara beint upp yfir og ég hef ekki fundið eitthvað saka mun á því sko sumir sko þeir eru búin að ná upp krafti og tekur upp úr kassanum þá er það alveg brjálar að strauja beint niður úr sko þá meðan þeir eru kannski aðeins slappir þá svona leitaði frekar í hlið og bara svona býða en ég held að það sé bara eitthvað Svo náttúrulega líka bara þannig að fiskur er á ferðinni þú veist, hann er ekki alltaf bara leiðin upp sko hann fyrir niður líka sko það er kannski bara einhver partur af þessu En hvar byrjar að taka laxveiðina alvarlega og hvernig svona verður alveg heldekinn að þessu flugveiðina og svona Ég byrja náttúrulega bara að veiða maðk og spún þeir 6-7 ára sko og hann síðan kaupir pabbi skipstjóri á Snæfuglinum á Reyðarfirði á þessu tíma og hann kaupir fyrir mig forláta Shakespeare stöng flugustöng sem var Hvíta? Nei, hún var bara svona svört flott stöng og og ég byrja 12 ára að veiða flugu og ég fekk kennslu bæði að nýta og kasta hjá miklu meistara sem er nú látin í dag Árni Ísleifsson sem var góður vinur Káka gamla og var Árni Ísleifsson bara eitt þekktasti djassari landsins og frábær maður og var hann fyrir austan? Já, hann var tónlistakennari í Ístöðum í bara, ég veit ekki hvað langa tíma sko. Og algjör topp maður og hann kendi mér að nýta, kendi mér að kasta og hann sagði alltaf við mig sko, ég var alltaf að taka með mig sko maðkastöngu og láta liggja og svo kasta flugu og hann var alltaf, þú nærðu þess ekki fyrir þú tekur bara flugustöngina með og það var alveg rétt sko, þú veist, svo bara einhvern veginn svona já, þú veist, fór maður að gefa þessu bara séns og ég meina, þú veist, ég veit ekki hvernig ég veit á maðk síðast eða eitthvað annars en þú veist, það var hann kendi mér mjög margt en síðan, þú veist, gerist þetta maður verið bara unglingur og fer að hugsa um aðra hluti og svona, og þannig að þannig að, þú veist, ég hætti þessu svona, kannski ekki hætti en ég gerði mjög lítið á þessu tímabili
og svo, þú veist, fer ég bara út í einhvern fyrirtækjarekstur og fullu og þá náði ég heldur ekkert að sinna þessu á neinu viti og hérna Þú náttúrulega ert múrari heldur betur og varstu lengi að vinna í því svona eftir að, þú veist, þú náttúrulega þurftir að koma hinga suður til þess að fara í skólan og Já, ég vann í ykkur svona með skóla fyrir austan hjá í ykkur 3 sumur eitthvað svona, 3 og 1 vetur. þetta kennt í verkmennskólanum fyrir austan eða? Nei, þetta var, já, ég veit náttúrulega ekki hvernig það er núna sko, en þetta var bara kennt hérna í iðnskólanum í Reykjavík og við vorum sko 7 að læra þegar ég lærði og ég held að það hafi bara verið met þá, það hafi ekki svona margir verið að læra síðan þetta er náttúrulega bara deyjandi stétt en hann, eða var þá, ég svo mikið hvernig staðan á þessu núna en hann að ég var, þú veist, og svo kom ég bara í bæinn að vinna, þú veist, 97-8 eitthvað. Já. Hvernig byrjar þetta golflagnir ættirið þitt? Já, ég var ráðinn þarna bara sem starfsmaður hérna og búin að vinna þetta í einhver 2 ár þá ákvaði ég og félagi minn að fara í samkeppni við og hætta að fara í samkeppni og þá var hérna og endum síðan held ég 1 ári setna að kaupa fyrirtæki með þessist gamla eigandanum og svo ráku við þetta í já, þú veist, ég fór út úr þessu 2006 þetta er líklegast 99 eða 2000 og þá erum við búin að stofna múrbúðina og eitthvað svona dót og þannig eru þið, þú veist, í þessum epoxy gólfum og svo opniði múrbúðina sem eitthvað svona múrvörur og málingaverslun já, og verkfæri já, og svo bara leggst það náttúrulega bara þetta var svona áhugaverð þetta var eitt af því sem ég gróf upp á tímarit.is sko, eitthvað viðtalvið sem að þú veist með strípur og unglegur og hress sko. Að segja mitt sko, þetta sé svo mikið kjaftaði í húsasmiðun og bíkó og vera lappar eins og við innamaður og færi eitthvað 30 eða 40% afslátt að öll að hérna, þannig bara verðið stendur bara og það er bara verðið. Já. Við vorum svolítið þarna ákveð svona, þú veist, svolítið misbóðið svona kannski álagningin eins og gera og hressandi nálgun og fólk var að taka vel í það. Já, ég meina, ég held að iðnaðarmennirnir voru kannski ekkert eitthvað óalánaði með þetta, sko, en ég held svona, þú veist, þessi venjulegi húsbyggjandi skilur, það maður gæti ekki labbað inn í, þú veist, hörpu eða málingu eða hvað sem þetta og fengi, sko, 60% afslátt, hann var bara ánæður að fá málingu og Já, náttúrulega bara, ef þú getur bara gefið borðið eitthvað 60% afslátt þá verður alltaf bara á hátt, eða ekki? Já, jú, það var akkurat það sem vorum að benda á og svona að benda á alls konar hluti sem voru kannski svolítið svona klikkaðir í sig og ég held að eftir að ég fór út úr þessu þá var nú, þú veist eitthvað samkeppnismál kerðað á milli skilur það sem var verðsamráð á milli þú veist, húsminnur og bíkó og svona eftir minn tíma skilur, þannig að ég held að menn hafi nú alveg haft sko rétt fyrir sér. Já, en þegar þú kúplar út úr þessu þarna 2006-07 kemur þá veiðin aftur svona sterkt inn eða varstu búin að vera Já, þú veist, ég var náttúrulega búin að vera að veiða skilur, en þú veist, ég kannski hafði ekki náða að sinna því eins mikið eins og ég hafði viljað sko, þú veist, og ég var bara svona týndi mér í vinnu og vann bara eins og geðsjúklingur, þú veist 6-7 daga vikunar og tók mér nánast aldrei sumafrí eða eitt eða neitt þannig að ég fekk sumarið 2007, það var bara þú veist, ég veitti held ég 70 daga það var alveg geðið, sko, þetta var gott ára mörguleiti. Já, þetta var mikið vassleysisár, ég var ekki hvort það var því, en ágætis ganga. Já. Nei, og svo ég tók einmitt og það var svolítið fyndið, ég var búin að veiða sko, ég var búin að veiða í Vatnsdalum í nokkur ára einmitt á þessum árum sem ég var að vinna sem mest og þá veist þá maður farið kannski 1, 2, 3 túra ári max og ég kerði alltaf hérna yfir miðfjörðuna og Víðidalinn og allt þetta til að komast í Vatnsdalinn og horfði alltaf hérna upp frá sko, bara svona horfði upp dalinn og ég sagði hvað sjá menn við þetta? Já. Að ég var búin að heyra fullt af menn sko, já, miðfjörða var alveg mín uppáhaldsá. Já. Og Það er erfitt að gera sér grein fyrir þegar maður horfir á hana við brúna hvað þetta er í Já, hún alltaf sko já, hún er ekkert að sína neitt þar sko. Nei. Þannig ég bara svona, þú veist, ég var búin að kera þetta yfir í mörg ár bara, ég velti fyrir mig bara hvað menn sæði við þetta og svo maður held að ég sel sko
október 2006 og svona fyrir ferðast aðeins, fyrir fyrst ferðina mín til Argentínu og veiði síðan mjög mikið 2007 sumar og ringið mitt í Árna Bald vorið og bara svona upp á grín ég hafði verið að gæta eitthvað aðeins fyrir þröst elliða sko áður bara það er ánganum með eitthvað leiðis já, Minnivallalæk og eitthvað og svo glöggi hlust eftir ljótan og að sé myndina þeirri sem hangir ennþá upp í veiðhúsinu í Minnivallalæk, frægmynd það er vel strípaður sko já ég ringi Árna Bald og ég sagði bara herðu, ég bara ég bara svolítið laus og þú veist, eða út með eitthvað gæteri eða eitthvað, var einu alveg til ég að taka bara þú veist, einhverja daga og ringi Jón Þór og Gísla Áskers og Palla í veiðu sem þetta var þegar þau voru í lax eða þú veist, og heyri bara svona í þessum helstu köllum og Árni sem herðu, ég held sem ég gæteri fyrir því miðfyrra og 3. til 7. júlí og þetta bara þannig einhvern veginn meða júní sko, að vera frá nána eftir 10 daga og ég sagði, ég bara aldrei komið á það erfitt líka ekki auðvelt svæði að svinga einhvern veginn nei, og hann segi, það bara þú lærir á þetta ég veit það alveg, og ég á laust núna í 1,5 dag sko 27. og 8. júní eða eitthvað, farðu bara og skoða þetta og ég fer og þú veist, og við fáum einhverja laxa og þetta var og ég var alveg heillaður sko svo tek ég og gæta einhverja Ítali í viku og svo aftur 2 Amerikana í viku þarna í júlí og það voru kallar sem voru búin að veiða þarna síðan sko 74, 2 Amerikana sko, alveg bara yndislegi kallar og annar er ennþá annar er dó fyrir nokkrum mánuðum síðan og hinn er ennþá að koma 92 ára, búin að koma síðan 74 já, sem er alveg geggjað það er alltaf magna að vera 92 ára í miðfyrra, þetta er nú alveg svona rölt og holt og hæðir en þú getur náttúrulega að spila það bara já, það er þetta að spila þetta aðeins alltaf en þarna verður bara ástfangin sko, dalnum algjörlega og ég var svona búin að þú veist hafa nákvæðin huga að fara í hérna bransa sko, þú veist, ég held að ég man ekki hvort að Víðidalsáin fór í útboð sko 2006 eða 2007 eða eitthvað og ætli hafi ekki verið bara 2006 og ég set tilboð í hana og ég þú veist, ég herðu, ég bara þú veist, verða svolítið leiður á þessum verktakabransa og þessum búðarekstri og mannahaldi og einhverju rugli og svona, þú veist þannig ég reynir bara að ná þessum Víðidal setjum tilboð fínt að geta bara dunda mér og skapa vinnur í sjálfum og passion project og ég var bara, reiknaði mig alveg í drep sko og og svo kom alltaf bara Árni Bald og yfirbauð með 10 milljónir ég var alveg, sko, ég var svo spenntur en að dag sem að tilboðin voru opnuð sko, ég bara, þú veist hélst þú væri í sjans já, ég held ég var alveg í hörku sjans sko, þú veist, og Árni, nei, hann náði þessu hann var alltaf, já, hann var stórtækur á þessum árum já, þetta var svona á hans hann er veldi bara upp á sitt allra stærsta, hann er með mig fyrir hana líka já, ég menn Árni var náttúrulega bara með allt sem var eitthvað varið í, skilur á þessum tíma, ég menn hann er með Blöndu og Ásana og Miðfjörðin, Víðidal og þú veist, Ytri Ranga og Megnið af Ystri Ranga og ég veit ekki hvað og hvað selja til Argentínu fyrir 10 miljón já. Og bara með áleið í Rússlandi já, selja til Rússlands fyrir 10 miljónu ári og þú veist, ég menna Árni á bara þú veist, þetta var bara eitt stærsti veiðilega sali í heimi á þessum tíma þannig að það var ekki hann kramtiði bara hann bara kramtiði mig það var ekki þetta var svona stórlagsa dæmi, sko, þetta var ekki fyrir einhverja smálagsa nei þannig að þú leggst aðeins til feld já, og svo bara, þú veist, ég menna gerist, þú veist, þannig að þetta er eitthvað svona tímabil sem að er hann að, þú veist, 2008 það er eitthvað svona samningur hans Árna þú veist, hann er runnin út hann er að reyna að fá eitthvað svona lækkun held ég, eða svona ekki eins mikla hækkun og menn hefðu kannski viljað og hann er svona eitthvað að stíga á bremsuna í þessum verðhækkunum sem að þú veist, menn voru alltaf bara kvarti yfir sko, big time og og það bændur í miðfyrir ákvað bara að setja ána í útboð
og þú veist, ég sé þetta bara Þetta þarna bara sumari 2008 já, þetta bara vorið 2008 og hann ég held að tilbúin hafi verið opnuð þetta bara í maí eða eitthvað og við erum sko, ég held að þetta sé 5 tilboð sem kom inn og við erum bara, þú veist, 3 eða 4 á sömu milljóninni. Já, allir eru búin að reikna sinni á sömu forsendur. Já, svona, þú veist, nema Árni var eitthvað svolítið, þú veist, fyrir neðan og ég held að hann hafi svolítið svona kannski þurft líka bremsa sig að. Já, ég held að bændur hafi verið ósattu eða sko, hann var nýbúin að semja miðförin þegar hann síðan semur viðtalina á tölvöld herri verðum heldur en hann var að borga kannski fyrir miðförin þannig fyrir að þetta spila vísitala lagsveiðverðs. Já, og nema, þú veist, og ég bara, þú veist, þetta er bara eins og ég segi, þú veist, ég oft sagt bara, maður þarf oft einhverja heppni og ég var bara einhverju 200-300 skalli hærri heldur en Pétur í Vastalum, sko. Já, færið að koma fyrstur á borðinu. Já, og bara, þú veist, og næði síðan að klára mig af þessu og skrifa undir samningin 23. ágúst 2008 korter í hrun. Já, það er alveg vel korter í hrun. Já. Þannig bara þetta er alveg að fara að gerast. Þetta er bara akkurat bara vikan sem að Ísland er að keppa til útlita HM á Ólympíuleikunum. Já. Handboltalandsliðið og bara svaka stemming, allt á fullu flugi, samt krónan aðeins farin að síga en menntamálráðara vill að það þurfi bara að endurmennta einhverja sérfræðinga og eitthvað svona. En ok, þú skrifar undir, svo kemur höggið þarna bara byrjun október. Já, þá er ég mitt sko með hópamönnum út í British Columbia. Þetta er bara í Skína eða eitthvað? Já, bara erum hann í Terrace og lendum þar og ég man ekki hvort hún búin að vera eina nótt í Vancouver eða eitthvað, þá bara byrja bara allir símar bara glóa og þú veist, ég man bara, þú veist, ég held að sko, þú veist, krónan hrundi og þú veist, ég hef með þetta með kreditkortið mitt að borga eitthvað. Já, vísagengi var sko bara hótelherbyggið mitt, sko, þú veist, ég bara, þú veist, ég hefði getað fengið sko hvaða svítu í veröldin held ég fyrir hennar pening sem ég ætti að borga fyrir hennar þetta hótelherbyggi sko, þú veist, hérna í dag en þannig að þú veist, þannig byrjar þetta sko, þú veist, hérna, þú veist og ég var samt sko, þú veist, það var þú veist, á þessum árum þá held ég að þú veist, 2004 til 7-8 skilur, þá eru stórfyrirtæki íslenska versla, þú veist, obbana þessum dýru veiðilegum og bjóða fólki og veiða sjálfur og svona og ég, þú veist, hafði svo sem ekki eitthvað brjálæslega mikla reynslu af þessu, ég hef verið í einhverjum svona bankahólum og leittist það ólega og þú veist, en ég hafði kynst náttúrulega erlendu veiðum og var farin að ferðast líka aðeins út og svona prófa, þú veist, að fara í einhver veiðhús erlendis og ég man bara, þú veist, ég meina businessplani mitt var bara þannig, ég ætlaði að fara í það að fá þessa útlendinga aftur þannig að Amerikanana sem voru hættir Já, Amerikanana og Bretana og þú veist, Ítalina og Frakkana og allt þetta liðskilur þannig að ég var alveg svona, þú veist, ekki það ég hafi verið undirbúin fyrir hrunið, skilur, þú veist, eitthvað svoleiðis en þú veist, ég held að það hef ekki verið kannski einsbyggið sjokk fyrir mig út af því að krónan féll og þú veist, þetta var aftur ódýrara. Þú veist ekki með glitni í áskrift viku ári og kaupþing viku og landsbankan viku og eins og margir þessum gæjum voru með þú veist, og bara eil allir held ég. Maður vann bara við þetta á þessum árum. Það var bara búið yfirbjóða útlendinga. Já, algjörlega. Og náttúrulega gengið orðið mjög sterkt og erfitt fyrir útlendinga bara að koma eitthvað. Þannig að þú veist, þar fættist þetta tækifæri fyrir mig, þú veist, að fara í þessu útlendinga að einhverju viti, en þú veist, það sem ég vantaði náttúrulega bara voru bara kontaktaðir. Þú veist, ég hafði enga kontaktaði í byrja. Þú er ekki svo búin að vera að gæta í 20 ára. Nei, það var ekki svo ég væri sko að stela einhverju 20 ára kuna basa sem að ég væri búin að gæta en gegnum tíðin og safna mér einhverjum e-mailadressum sem ég var bara ekki með neitt, sko. Hvernig fer það þessu? Ég er náttúrulega bara þokkalega auðvelt með að kynnast fólki, sko, en þú veist, ég eftir náttúrulega að reyða mig allir að halda buduna engi veit neitt en þú veist, ég eftir náttúrulega svolítið að reyða mig á svona, þú veist, agenta og en það sem var líka erfitt þá var að þú veist að það voru náttúrulega fullt af gæjum sem voru bara þú veist sem að bara kannski, herru byrju, hver er þú? Þú veist, hvað hvað er ég að treysta þér, skilur náttúrulega hafa enga sögu það hvernig þjónustan er í viðhúsinu eða eitt eða neitt, sko bara ekkert þannig að og svo er bara, þú veist, hefni, þú veist, fyrsta árið 2009, þú veist, þá er klikkuð við
Sprengja ár. það var bara sprengjuár og Sko 2008 var samt gott ár. 1700 laxar 1735 hérna og 10 stangir 10 stangir og allir rosa ánar og ég meina ég var mjög ánæður þú veist að ég bara verið að taka við ánni bara í topp ári og því að þú veist að gleymist að meðalveginn í miðfyrinu var sko ekki með 1150-1200 laxar fyrir 2009 og jafnvel búið að ganga illum hana. Já, þú veist, hún var bara veitt eins og ár voru kannski margar hverja að veita þá skilur og laxinn tekinn á maðk hérna vorfiskurinn tekinn á maðk og þú veist, það voru engi kvóti og það voru engi stærðamörk einsinni skilur, þú veist, þannig að þú veist, menn voru að fara þarna og ég menna, ég þekki menn sem voru þarna 7. til 9. júli einhvern tíma með sko 50 tökkjara fiska og drápuð alla skilur. Jesus. Þannig að hann kannski ekki, þú veist, vona góðu heldur. Nei. En hann Þú var spenntur, 1700 laxa veiði. Já, þetta bara svona leit vel út, svo kemur hrunið og allt þetta og svo bara einhvern veginn svona, þú veist, ég menna 2009 við endum með einhverju 4000 laxum og svo bara 2010 þá vilja bara allir komast í miðfjörðin og hérna. Ég meina 4000 laxar, við tökum rákarnar og þetta út fyrir svega, þá heggur það bara nærri, sko, Íslandsmeti þeirra kjara sem voru 4200 laxar en það eru 14 stangir. Þetta með 4000 laxa og 10 stangir þetta er náttúrulega bara mókveiði frá fyrsta degi til síðasta og svo kemur þetta 2010 aftur í kjölfarið skilur, það eru 4000 aftur sko, nema 2009 er sko örgulega 90% af fiskinum er sko einsásfiskur, þú veist, einsáshengar og svo fáum við bara eitthvað svona sturla 2 ára laxa sumar bara árið eftir sko, þetta var bara Ég var mitt upp í kjara á þetta sumar og það var með 3800 laxar eða eitthvað held ég fyrir að kjara og bara það hefði eiginlega bara ekki sést stórlax á Vesturlandi bara í 5-6 ára eða eitthvað og allt í var bara fullt af þeim sko. Nei, og ég meina, þú veist, ég hefði bara aldrei séð svona mikið að 2 ára fiski, þú veist, hérna eins og 2010, þú veist, bara aldrei hérna og ég meina, þú veist, fengum 100 cm fiska og þú veist, ég meina, þá held ég að það bara verið einhver ár sko, það sem var ekki búin að sjást 100 cm fiskur eða veiðist 100 pluss fiskur í miðfyrinum sko. Og þannig að þetta var alveg geggjað sko. En þú samt svona þú breytir náttúrulega þegar þú tekur það er stífukoti, er ekki bara eitthvað einn smálax eða eitthvað Jú, ég verið með, þú veist, einn smálax á vakt á stöng og sem er kannski, þú veist ég meina, ef þú vilt taka það þá ertu með 6 fiska þegar þú fyrir heim skilur sem bara flott, en ég held að svona þú veist, kunnahópurinn okkar tekur þetta aldrei þú veist, það er 1 og 1 skilur en ég held að svona 95%, 94% sleppt En svo líka þú veist, þið náttúrulega fáið hérna góð ár sem að þú veist, menn fá þá tækifæri til þess að prófa sig þess áfram eins og til dæmis með bara því að vera að veiða á bomber og þú veist svona eitthvað upstream og þetta var allt var gætað og svona, þú veist, ég man eftir einhverju viðtali við þú svona kreditaði það líka svolítið svona hvernig þú svona breytir menningu í kringum ána hvað var að fara að veiðast vel og ég held að þú veist, við erum náttúrulega verið með alveg frábært gæta tímana bara, þú veist öll árin sem ég hef verið aðna sko og þú veist, það er náttúrulega gæjar þarna eins og, þú veist Jonni Birgis og Helgi Guðbra sem er búin að vera það síðan, ég veit ekki hvena skilur að gæta, þú veist 50-70 daga þarna á sumri bara þarna sko þannig að þú veist, þetta eru gæjar sem er fært að þekkja þetta bara alveg eins og lóðan á sér Algjörlega. Og svo náttúrulega bara fullt af öðrum skilur sem að vera þarna og búin að vera lengi og frábæri bæði veiðmenn og gæta sko Þú veist, þú svo gæta líka bara Elendis Já, ég hef með strókað utan Kristján Ævar og fleiri sem að voru þarna lengi og líka bara voru bara þarna nei. Og ég held að það sé kannski svolítið munurinn, ég meina, þú veist, þetta var örugglega áður fyrr kannski 60-70% Íslendingar á móti, þú veist, 30-40 útlendingum þú veist og samanskapið, þú veist stærsti hlutin ógætaður á meðan að núna er sko 90% stöngunum gætaðar Já, bara fram í september sko Já, ég meina við erum með sko 4 útlendingahól, bara 4-5 útlendingahól í september. Já. Og svo er líka bara að fara að færast í auka, þú veist að Íslendingarnir séu að taka gæta sko. Og þannig að alltaf bara þannig fyrir 20-30 ára eða 30 ári síðan, það var bara gæta í 30 ári. Já, það var bara júlí. Júlí, og svo var bara íslið. Já. En þannig að
Nei, þannig að ég held að það sé svolítið svona breytingur, ég held að þú veist, þetta var kannski svolítið eins og til dæmis þegar Árni var með þetta, þá var hann með svo margar ár og svona og hann var kannski með, þá var hann að selja svona komboferðir og þú veist, þú fórst pikaðir einhvern upp, fórst með hann í Blöndu í 3 og tókst hann í Ásan í 2 og kosti í Meðferð í 3 og þú veist, eitthvað svona skutlan út af flug, næsti, þú veist hérna sem gaman og hérna mjög gaman, sérstaklega en ég held að þú veist það sem kannski gerist þá líka er að þú lærir aldrei ána almennilega kannski og líka þú veist, þú kemur og gætar í 3 dagi 15. til 18. júli í miðfyrir, fer svo aftur, kemur aftur 2. til 5. ágúst, þetta er bara önnur á sko. Þú veist, eða 17. til 20. ágúst eða þú veist, þetta er bara önnur á Já, bara að læra að draga hann í mismunandi vastöðu þú veist, í staðin fyrir, þú veist, ert það allt sumar, þú ert bara í takti við ána alltaf, þú veist bara nákvæmlega hvað voru í gær, skilur Já, það gerir svo hægt, þú ert bara með þá þú ert bara með ánni, skilur, þú veist, bara hérna Þannig ég held að það sé kannski svona mest í munur þú veist, og við erum bara verið með bara svona sama gæta teimi bara eins mikið og við getum allt sumari sko. Nú hafið líka var ekki rétt munið að mér að þeir eru búin að stytta veiðitímann. Jú. Þið breytið því sem strax svona orðið meira frendli til að gera munum kannski kleift að vera í 60 daga streit. Já. En það kannski, þú veist, ég held að þetta sé nú kannski ekki alveg, þú veist, ég held að mig kannski ekki hugsa það út frá sko kannski gætunum endilega sko, Nei, ég held að en hann að þú veist, en sko ég meina ég er náttúrulega búin að veiða út allt og ég held að þú veist, hérna 12 tímar þú veist, finnst mér persónulega bara allt of mikið, þú veist, en ég er ekki að gera lítið úr því að það eru menn sem að vilja veiða 12 tíma en þú veist, við höfum verið að veiða þú veist 10-11 tíma og þannig að við byrjuðum þetta strax 2009 bara, þá bara byrjuðum 8 á mótnana, þú veist, hættum að byrja 7 og þú veist, ég man eftir einhverjum kannski 3 sem hafa kvartað yfir því en síðan þú veist, sérstaklega þegar menn eru að koma í viku að þú veist, að vera að veiða þú veist, kannski 4-10 dinner 11, búnir 12 1 drykkur, eitthvað spjall fann í rúmið 1 vakna, þú veist, repeat bara aftur og þú veist, þetta er alveg, þú veist, menn eru bara búnir á því, sko. Bara frí eftir frí. Þannig að en sko við byrjuðum ásvöld í fyrra í þessu vastleysi og fiskleysi, þú veist, sem að okkur fannst vera fiskleysi, þú veist, en hann að þú veist, og bara svona til að gefa annir svona pínu meira breyk og þú veist, og menn, svo voru menn bara að fíla þetta. Mín tilfinning er svo að þú veist að þú tapar ekkert á þessu í fiskatölu, skilur. Þú ert kannski frekar ef það er kaldum morgun, þá ert kannski frekar bara ekki að styggja fiskinn á nátt sem hann taki, sko. Algjörlega. Og þú veist, þú ert að fara á þessa helstu staði, þú ert að fara að pikka upp þína fiska hvort þú byrja 7-8. Já. Og það sem gerir þetta meira bara næs er að þú ert að bara byrja að borða dinner klukkan 10, búin að fara í pottin og í sturtu. Fyrir að byrja klukkan 11:30. Já. Nei, og ég meina, þú veist, þú veist, ég meina þessi umræðar alveg, þú veist, ég sá þetta til dæmis á veiðitellunni hérna í vetur, haust, ekkert tímann og Himmi Hans og hann er alltaf svona heitur. Og ég meina, þetta er alveg góð og gild umræða, skilur. Hann er í veiðinni til að veiða. Hann langar ekki að drekka rauðin og borða steik. Og hann, en þú veist, það eru, þú veist, auðvitað staðir sem getur gert þetta, þú veist, og hann og ég meina, þú veist, það er alveg svo, ég meina, þú veist, þeir sem vilja ekki veiða á maðk, þeir fara bara vilja veiða á maðk, þeir fara bara sem má veiða á maðk og hann, en þú veist, ég meina, þú veist, jú, í Rússlandi getur þú farið út og lamið einhvern homepúl í 12 tíma yfir nóttina og vilt, skilur og í Noregi, þú veist, einhvern en svo er líka bara ára á Íslandi, þú veist, Hofsóð eitthvað sem bara svæðin eru stór og þú ert bara lengi að veiða en svona miðfyrra á kannski meira svona í eðlisínu eins og kannski Vesturlandsá, þannig að þetta er Nei, en svona, þú veist að ég ætla að segja sko, svo, þú ferð út í saltútiveiði eða ferð út til Argentínu eða eitthvað, þú veist, ég meina þetta eru bara, þú ert bara að veiða 8-9 tíma, sko, þú veist, 7 tíma sumstaðar, skilur, þannig að og ég meina Rússlandi, þú veist, gætin er með þér, þú veist, þú ferð upp í þyrlu klukkan 9 á móttan og hann er hættur klukkan 6 á kvöldin en ef þú vilt lappa út sjálfur og berja homepúl með einhverju 12 öðrum, þá bara gerur það sem er ógeðslega gaman, sko en þú veist, ég myndi kannski ekki nenni eitthvað öll kvöld en ég held að þú veist, þú veist, það var allir sína þarfir í þessu, sko, þú veist, Mér finnst oft mjög fínt ef maður er með eitthvað svona kallar sem eru kannski í viku til 10 daga eða eitthvað, þú veist, það var bara vakna bara þegar þið vakna og svo bara morgumatur svo bara farið út og það er engin hádegismatur
svo bara kannski veitt í 7 bara dinner 8 já. Búið. Nei, það er mjög næs og ég meina, þú veist, en þetta er alltaf erfitt í sko, eins og í okkur 10 stanga húsi, blönduð hol, það sko 90% holunum okkar eru blönduð hol sko, og þú veist, þú ert með alls konar fólk með alls konar þarfir og þá verður náttúrulega bara þú verður bara að vera með eitthvað reglum sko. Og svo leysir þetta bara hérna það er ekki þetta einhverja 2 stangir veiði í hátteginu og svo Nei, eða þú veist það sé sko kvöldmatur 11:30 út af því að þú veist þessi 2 vilja verið að því að ég er austur ána sko, þá vilja bara koma heim 11 en þú veist það bara gengur ekki Já, þetta er náttúrulega sko, já við reytum það þið voru í ykkur 1600 og eitthvað í fyrra 1700 eitthvað núna 2 svona arfaslög ár þið voru hæsti líka 2014 sem var líka arfaslegt ár 2012 líka og svo svona þegar að venjuleg hinur átnar að vera í meðalóri það var miðfæra á einhvern veginn svona brotis út úr kurvinu og verið oft bara með alveg feikna við því Já, bara sturla við hvernig já, þú lítur að líða smá eins og dottir bara á okkur skammiða með þess að veiði þetta er búið að vera útrúlega gaman skilur, þetta er búið að vera æventýr og ég bjóst aldrei við þessu en þú veist það var samt alveg svolítið gefið sko með miðfjörðin að þú veist þetta er svo langt svæði þetta er sko 110 kilometrar þetta eru frábær hrygningasvæði, góð uppeldiskilir fyrir seiði og svona og þú veist það var alveg gefið að ef þú myndir leyfa fiskinum að hrygna að þú veist það erði meira fiski þú veist það var alveg gefið og hann og þú veist og ef þú væri með alla stangi gætar og væri að sleppa fiskum að þú veist þá væri að veiða suma fiskana 2 og einhverja 3 og svo einhvern 1 og 1 vitlising sem að tekur 4 sinum þú veist þú veist það var alveg gefið sko Ég meina var það ekki í sumar einhver fiskur sem að vitist að talið er allavega 2 einhver 20-bendari Jú, ég meina við höfum séð, við vorum að merkja fisk á tímabili sko og við tókum prógram í 2-3 ára sem vorum að prófa að sko merkja niðurgöngu laxa og sjá þú veist hvort þið kæmu aftur og ég held að það verið sko vorið 2011 frekar en 12 eða hvort það var 12 að þá sko merktu við niðurgöngu lax sem smá lax og sleftum honum þetta í apríl og hann veiðist strax aftur í opnun og veiddist sko 4 sinnum þetta sumar og ég man ennþá númerið á hann var 10-10-69 og hann var algjör sauður sko þannig að þú veist ég veit ekki hvað hann var búin að veiðast oft sumari áður og svo náttúrulega veittum hann sér niðurgöngulag og mertum hann og svo sleftum hann og veittum hann svo aftur 4 sinni. Það er svona magna hans sko komið svona strax það mun bara rétt bröður út í Já bara rétt út í sjó sko og ég var einhvern veginn alltaf með einhverja hugmyndum það sko að þú veist að smálag sem færi út kæmi bara aftur sem stærri fiskur skilur en ég Yngvi Óttar setni Haffjörðan held ég að verið sem að var ekkert að ræða þeir eru nú gert mjög mikið að merkja fiska og hann sagði mér þetta og held ég fyrstu til að segja mér að þú veist þeir kæmi oft tilbaka aftur sem smálagsa bara þú veist þeir færi bara rétt út og bara fita sig aðeins og koma svo tilbaka Ég man eftir þeir var í Þverá oft svona í ágúst sko og svona eftir Vestlumlega helgi voru oft að veiðast sko neðarlega þeirra og svæði 2 steinahil og svona svæði sem að datt ekkert inn fyrir kannski eftir miðjan júlí sko þá svona í byrjun ágúst voru að koma smálagsar sem voru svona 68-74 cm og allir með tálknálur sko þá er það greinilega sko einhver dýr sem var búin að fara út og... Já, einhver endurkomin fiskur sko því að gangan er búin basically í ána sko einmitt en já, ég þetta er ég er alveg klár á því skilur að þú veist að mikið af þessu fiski þú veist og ég meina að það er bara hluta þessu sem lifir þú veist að fara út í sjó aftur og koma tilbaka sko ég held að þú veist svartbakurinn tekur hann, selurinn tekur hann þú veist það er margar hættur skilur hann á leiðinni Já, þetta eru magnaða skepnir þetta er ótrúlega dýr ótrúlega hvað við skiljum þar í rauninni lítið sko en mér langar að nefna eitt við eða svo sem nefndi að koma aðeins inn á en svona ræða aðeins við bombervið því að hann svona þú veist eitthvað sem að menn hafa heyrt mikið svona frá Kanada og sem er bara þessi vindlar sem við kallaðum því að vera að prófa þetta svona það er nóga fiski og svona þetta leika sér það er ekki alltaf meira og meira sko en
Sko, já, ég held að sko, ég nú oft sagt það, þú veist, og ef einhver hefði spurt mér fyrir 10 árum síðan, þú veist, en að prófa bomber, það, þú veist, maður alveg spurður að þessu og maður bara, nei, þú veist, þetta virkar ekki í Íslandi, sko. Ég hefði reynda verið að fá fisk á Green Machine, þú veist, sem er náttúrulega, sko, sjóbyrðisflöð frá Argentínu. Varstu þá að kastinu svona upstream eða varstu að skautin? Aðalega skautin, sko, þú veist, hérna, og oft var það þannig, þú veist, með Green Machine yfir og þá fékkstu fisk á næstu flug og eftir. Þú veist, það svona hrærði einhvern veginn upp í þessu. En síðan manni, þú veist, Helgi Guð bara svona, hann einhvern tímann, hann var eitthvað búinn að prófa sig áfram, og svo fer hann einhverju, sko, hvort það var ekki bara 12 eða 14 í einhverju svona erfið ári, ekkert vatn, ekki drosa mikið af fiski og hann kemur bara skælbrosandi einhvern tímann niður úr, sko, efri vest, seinni part vakst, sko, og og bara með 3 fiska á bomber úr einhverjum pínu litlum híl sem ekkert sko. Og bara einhvern svaka vindil, skilur, þú veist, bara einhvern, þú veist, og við þá bara svona fara menn að prófa þetta meira og meira, sko. Ég veit ekki eitthvað nákvæmlega hvað veitust margir fiskar á bomber í sumar í miðfyrinum, en aksjónu sem hún fari líka, þú veist, það líka bara... Þetta er ekki besta aðferðin til að veiða lax á Íslandi, sko. Nei. En þú veist, þeir slá í þetta. Og þetta er svo visual, skilur, þú veist, alveg eins og veiða á hit, skilur, þú veist, að fá fiskinu upp í þetta og svona, en þú veist, og oft er hann líka bara svo nálættir því þú veit að kasta þessu upstream og fá þetta að drifta niður, oft er hann bara beint út frá þegar hann kemur upp og þú veist, headin tailar á þetta eitthvað, þú veist, og þetta er bara oft finnst mér að taka þetta bara svona, þú veist, að þetta er þessu, þú veist, kasta upp fyrir það, tekur þetta svolítið svona eins og sönri eða eitthvað með miklu látum, en svo koma þess að bara svona eins og sílungur að taka þurrflug. Súpa þetta bara upp eins og þurrflug, sko, þannig sem þetta er þurrflug, en þetta er ótrúlega skemmtileg veiðaðferð og svona bara svolítið búið að brjóta upp líka hjá okkur svona, þú veist, það kom bara menn sem eru bara, þú veist, við höfum alveg fengið menn sem aldrei veit á hits á þau, sko, og svo kennir að veiða á hits og þeir bara, þú veist, þeir bara vil ekki veiða á neitt annað og það eru kannski, þú veist, gæja núna sem eru bara að koma og bara, þú veist, prófa bomber og svo er þetta alltaf, þú veist, fyrst, má ég fara með bomber yfir þetta, skilur, má ég taka bomberin yfir þetta, þú veist, verða alveg húkt á þessu. Ég veit, mann eftir í fyrrasumar, það var náttúrulega legendary erfitt lagsveiðar, ég var bara fyrstu vikunni í ágúst upp í Kjarrá með einhverja svildíka og það er svona, við eigum svona the honey hole, svona staðin sem er búin að vera að gefa eitthvað hornhylur og við setjum strax í fisk, bara okkur að mikro silver sheep og missum hann í löndun og við kastum svo bara öllu, ekki raskat nema ég er með svona eitthvað blanda bóks og sílunga, laxarflug, gætabóks eitthvað þegar maður gæti sílung líka og það er einhver svona fóm bara lítil, númer 14 fóm einhver þurrflug og ég bara, fuck it, við eigum hálftíma og hann kastar þessu upstream, kemur í það í fyrsta, hittir það ekki kastar aftur, löndum honum 10 punda hengur fyrir út í með bróður hans, þú veist, við vorum sko, þetta var síðasta kvöldi og vorum á skunki sko hann kastar þessu fyrsta kasti, annar túrnubjarga heim gekkja. Vistu, maður er aldrei ekki dottið þetta í hug fyrir 10 ára síðan sko. Nei. Og þú veist mér, þetta var bara rælni sko. Þetta var engin snild eitthvað, já, nú er aðstæður fyrir ég búið með allt annað nema þetta með sko. Nei, og þetta er gaman þetta er virkilega skemmtilegt sko. Og ný víti í lagsveiðinni sko. Já, en þú ef fyrir nú aðeins frá miðfyrránni, þú náttúrulega veitt út bókstala allan heim og þú náttúrulega kynnistu þessu kannski í Kanada eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég hef aldrei veitt sko östurstrandir, ég hef aldrei veitt lax í Kanada, eða þú veist ekki alltaf það lax. Þú farið í stíletur? Já, þú veist, ég hef verið hinum einn á östurstrandir og verið hérna í stílet og king salmon og coho og þannig að þeir nota þú reyndar á einhverjum svona ákveðnum tímabili og getur hitt á svona, já, í ákveðnum ákveðnum tímabili og ákveðnum aðstæður þá getur vera að veiða á svona skated stöf sko í yfirborðinu, en ég bara einhvern veginn hef aldrei hitt á það, þú veist, ég hef aldrei verið svo heppin að fá þessar aðstæður þar. Nei, en hvernig fílar stílet? Stílet er alltaf bara geggjaði fiskur sko, og svona pund fyrir pund bara eitt sterkasti svona ferskvassfiskur sem þú getur lett í sko. Ég var að gæti eitt kall í sumar sem á Lodz þarna í British Columbia
hann var að segja mér frá því sko að einhver kunni hjá honum að mist fingur já. Því að hann var að sko, sem maður ekki sjá vefði, hann var að strippa fluguna en vefurinn er svona utan puttana sér svo setur hann í einhvern glæniðan 30 puttara og með sko runninglínuna í höndunum og það var bara puttin af eða hvort það var bara reynsa að það var kjötið af eða eitthvað svona, þetta var alveg svakalig saga. Þetta er ótrúlega dýr sko og svakalega, þú veist, það var náttúrulega bara svo flottur fiskur og svo líka bara þetta er svona rewarding veiði, skilur, þú veist, þú hefur rosa mikið fyrir þessu, þetta er svona þeir kallar þetta alltaf, þú veist, fish of 1,000 casts þú veist, og sem hann, þú veist, þú bara helviti góða meginn á það í einhverju svona prime skína þú veist, ég meina 2 daga, þetta er bara 2-3 daga, þetta er bara, þú veist, þú er bara að gera geggjaðan dag, sko og ég hef svona verið tiltölulega heppinn þegar ég hef farið það, fyrir utan síðasta skeitt sem ég voru núna bara fyrir 2 ára síðan, þá bara var mjög þungt en ég hef verið að fá svo, þú veist, kannski á 5 dögum einhverja, þú veist, 8-12 fiska eða eitthvað þannig að, þú veist, en þetta er geggjuð dýr sko, og líka bara geggja umhverfi og skógur fram á Árbakkann og birnir og úlfar og elgir og þú veist, ég veit ekki hvað og svo náttúrulega bara, þú veist, fjöllin og allt þetta er bara klikkað umhverfi sko En þú líka verið eldast við sjógengi í Silung niður í Argadíru og einmitt þú ætlaðir eitthvað að hitta á mig í febrúar janúar þá varstu flóin til Argadíru það er rétt slafst fyrir COVID átt að fara aftur í febrúar en fór ekki sko en já, það var ég er algjörlega húgt á þessu sjóbyrting ég er bara þú veist, ég veit ekki hvað ég hef oft sagt sko leiðinu út bara, herru, þetta er síðasta ferðin mín þú veist, ég ætla bara að fara núna og svo held ég þetta sé bara komið sko þú veist, bara að fara að prófa eitthvað annað, eitthvað meira skilur. En ég enda alltaf aftur, það er bara ég held að ég er búin að fara 18 sinnum 18 sinnum lagðir ég stundu að fara 2 ára vetri Já, ok, þú ert bara algjörlega húgt á þessu Já, og þú veist, ég er verið mjög heppinn, mér hefur verið bóðið þetta 1. sinn líka og þannig að þú veist, en mér finnst þetta alveg geggjað og þetta er líka bara, þú veist, út að veiða í janúar, febrúar, mars sem er ömulegi mánuður á Íslandi og þú veist, þú færð svona annað Íslands sumar, þetta er svona eins og að vera bara þú veist, á Íslandi í ágúst eða eitthvað, þú veist, júli, ágúst, veðrið og þú veist, vindurinn og allt bara, þetta er einhvern veginn svona Þetta er náttúrulega vindasamast staður bara á jörðinni líka Já Er þetta, þú veist, teknísk veiði eða er þetta bara svona svolítið að hamra með tvíundunni? Já, ég myndi aldrei segja þetta væri mjög teknísk veiði, Nei, þetta er bara svolítið svona nudd, sko, þú veist, þetta er bara svona duglu, þú veist, bara langa breiður bara, já, þú veist, langi staðir og bara, þetta er bara kast 2 skref og, þú veist, maður það svolítið að vera svona iðin bara og ég hef alveg líka verið í, sko, mjög litlu vatni og sérstaklega, þú veist, ég er búin að veiða í alla ána, þú veist, bara frá, sko, Vísja María sem er, sko, og La Vísja sem er neðstu lótsinn sem er rétt fyrir ofan það sem er kallað public water sem að lókallinn er að veiða og alveg upp í Chile þú veist, og sérst, líka Chile megin sko, það er eitthvað 50 km svæði þar þannig að og eini búturinn sem ég á eftir í þessu er lítið lots við sko landamæri sem heitir San Jose og er Ted Turner á það og ég hitti bara einhverja rælni út í Mexíkó, einhvern gæja sem að sér þetta fyrir hann þannig að ég er eiginlega búin að semja við hann sko einhvern tímann þegar ég er næsta að fá ég að skjótast og var ekki nema í sko 1 dag bara til að geta sagt að ég búi með hana og kannski er það bara þess vegna sem ég er alltaf ég er bara eftir að klára þannig að Myndirðu segja því staðið í svona því að þú komið víða á nefni Mexíkó nefni Seychelles, Kúbu, þegar við vorum að tala saman fyrir þátt er Argentína toppurinn? Það er alltaf þú veist, þú ert að bera saman epli og appelsínur kasta eitthvað parrotfish í Seychelles Já, þú veist, þetta er svo ólíkt sko, þetta er erfitt að bera það saman mér finnst sko þú veist, mér finnst rosalega gaman að fara í saltwater en þú veist, það er samt einhvern veginn sko þú veist, ég er bara svona strömmvats
gæi, þú veist, ég bara Já. þú veist, mér er alveg, ég meina ég farið geggja tarpún við, þú veist, í Kúbu þú veist, geðveikt þú veist, fengið 104 cm Giant Trevally, þú veist, út á Seychelles, geðveikt en ég er bara, þú veist, ég er bara strömmvaskæði, ég bara, þú veist, ég er búið að bjóða mig nokkur sinnum í Jurassic Lake að og ég, einhvern veginn, hef bara aldrei haft mig að fara þangað, sko, þú veist, Nei, veist, það er alveg svolítið mikið ferðalag, þú veist, og þó maður sé komið til Argentínu, þá er það samt mikið ferðalag, sko. Negla tvíund upp í rók í stöðu og bara vonaði besta. Já, svolítið þannig, Þingvöld er bara hálftími hérna, Já, ég hef kannski farið á Þingvöld svona einu sinna 3 ára fresti, sko. Já, Svo dauðu öfunda ég alltaf alla sem er að pósta myndum af sér þarna, en ég, þú veist, því bara, þú veist, já, ég er alltaf svona mann á upp ég að fara, svo fer ég svo þegar ég er búin að vera í 10 mínútur þá bara svona, af hverju er ég það? Berja þetta upp í norðanáttina. Ég bara tapa þólum að 10 mínútur, sko. Ég er svolítið það líka, sko. Þannig að ég enda einhvern veginn alltaf í strömmatni, sko. Þú veist, ég meina þess vegna, þú veist, ég meina, þú veist, Laxið á Íslandi, þú veist, Sjóbyrtingur Argentínu, þú veist, BC, Rússland auðvitað og ég meina, þú veist, ég hef ekki veitt í Rússlandi síðan bara 2008 og ég einhvern veginn hef mig aldrei í það að fara, þú veist, Já, og svo sem ekki að vísa hann að róa núna, þetta er búin að erfið Nei, en ég segi svona, þetta overlappa við seasonið hjá mér og Já, ég er einhvern veginn þannig gerður, ég veit bara meðan að, þú veist, meðan að miðfyririnn í gangi, þá er ég bara í miðfyrir. Þú veist, þetta er ekki það langt season, sko. Nei, þannig að getur ekki látið hverfi í viku bara í júlí. Nei, ég hef mig ekki í það, sko. En hann að, og svo ég er náttúrulega veit í Noregi líka, í Arói, hann að. Það væri náttúrulega ekki nema að vera eins og Árni Baldi eða eitthvað, færi bara í Jókanga í mæ eða eitthvað og væri bara á einhverjum ísjökum að berjast. Árni, hann er náttúrulega bara fyrir bara í vöðlutna í apríl og úr þeim einhvern veginn í bara fór úr þetta daginn ála fór til Spánar. Hann var hjá mér einmitt í september og hann sagði mér, sko, Rabbi, ég er hann svo þreyttur eitthvað. Þú voru þreyttur, ég sagði, ég er búin að vera að fylgjast með á Facebook frá því 1. apríl alltaf í vöðlum, það kemur ekki óvart að setja þreyttur. Já, sko, ef það hefði verið ekki COVID, sko, þá hann byrja bara í Skotlandi og já, svo mista því, sko. Svo það bara haldið áfram. Nei, ég dáist að, sko, þú veist, kraftinum í honum, sko, þú veist, og veiði áhuganum ennþá, ég er alveg, sko, þú veist, ég meina, ég fer bara, þú veist, í viku, ég bara, þú veist, þá er ég bara góður í mjög langa tíma, sko. Já. 3 hol, þú veist, ég er mjög rólegur við maður í dag, sko, ég er bara, mjög slakur, sko. Já, þú veist, þegar maður er búið með sísonu, maður bara gæta mikið og eitthvað svona, þú veist, tala nú ekki maður að vera að veiða sjálfur og vakna alla mótna og veiða og rauðin og kvöldin og svo bara svo kemur haustið og þá bara fara að skjóta ykkur andurlópi. Það er alltaf bara eitt svona. Já, og þú veist, og gaman, þú veist, gaman að hafa þetta. Ég meina, ég á svona félaga, sko, ég meina, einna svona, eða sko, hann kannski veiðir ekki svo mikið, einn af mínum bestu vinnum, Örn Sigurhansson, hann er mitt, sko, hann byrjar að gæta 15. febrúar út í Skotlandi, hann var að gæta í Skotlandi í 15 árið eitthvað, og gætar lok september, og veiðir náttúrulega, þú veist, marga daga og eftir að liðið farið heim klukkan 5 þá fer hann að veiða stundum og svo kemur hann hinga og hann veiðir hérna í mánuð og svo er hann komið með okkur til Argentínu og þú veist, hann var alltaf jafn geðveikt, sko. En ég veit ekki hvað, ef ég væri búin að gæti í 7 mánuði, ég myndi bara ekki vilja horfa á veiðistöng, sko. Nei, maður væri orðin alls ekki Hann sé súr, sko. Já, ég útast það, sko. Þannig að ég dáist að fólki sem hefur þessa elju, sko. Ég bara, það er ekki. Já, þetta er ekki allra. Svona margir börn út í þessu. Já. En lítið svona, þú ert ekki bara í Laxerum hérna á Íslandi, þú nú verið sjálfsögðu, komst það eins og í minni allar læk. Svo eru verið aðeins með puttana í Héðinsfirðinum. Já, síðustu 3 árin með landeigendum þar og það var svona ég hef bara verið með svona kannski svona 3 vikur svona besta tíma og ég þekki einn af landeigendum sem eru góð félagi minn og hann bauð mér að koma og kíkja á þetta og ég er ekkert rosalega mikill silungsvið þá menna ég svona teknísku silungsvið maður skilur ég þú
þú veist, þetta ágætlega við með eins og Argentína að tjökka út einhverju línu bara og vona Chuck and taki en hann að, þú veist en ég fór hérna á kíkti á hann í einn dag og við löpum að hennar dal og ég var alveg heillaður, þú veist, þetta er algjörlega sturla svæði, sko, og þú veist, kristaltært og sérð hvern einasta fisk og hvítu uggana bara og bara bara kasta á það, þú veist, þetta er geggjað, sko og ég er búin að vera með, þú veist, búin að vera alveg slatta útlendingu sem hafa komið og bara, þú veist, hafa einhver dal bara útaf fyrir sig og þú veist, jú, það kemur einn og einn bíll í gegnum rörið og þú veist, inn í næsta og þú veist, en ég meina, þú veist, þú ert þarna bara, þú veist, þetta er bara, þú átt bara, þetta er bara dalurinn þinn þegar þú ert þarna, sko, þú veist, og allt labbað og þetta er alveg geggjað. Þetta er svolítið einstakur staður, sko. Já, þetta er uník. Og er þetta þá menn sem eru að koma í kannski einhverju kombo og taka 3 daga miðfyrir og já. Og já, það hefur verið þannig, mjög mikið, sko. Þetta er náttúrulega alveg geggjaður staður, sko. Þetta er geggjast þar, ég bara, þú veist, eins og ég segi, ég var alveg hillaður bara að labba. Þú ert ekki að fara að fá stærsta fisk æðina þarna, sko. Nei. Þetta er eitthvað svona, þú reyma bara á þig þristinn og... Já, einmitt. En hvert ferðu hérna sjálfur að veiða á Íslandi? Herri, nú... Svona að við tökum mið fyrir hana bara á borðinu, sko. Ég er mjög fljótur að telja það upp, sko. Já. Svona síðustu árin þá hefur ekki verið neitt. Ég var að fara á tímabili, þú veist, ég fór í Nesið mjög varst að gegja ég þú veist, Laxá í Aðaldal, ég meina, þetta er þú veist, sagan, sjarmurinn, umhverfið ofta fara svona late season, sko, í september, svolítið svona komast frá bara svona búin að vera kannski að vinna svolítið mikið og svona komast aðeins frá og bara svona og líka og kasta tvíundu aðeins og kasta tvíundu, þú veist, mér finnst rosalega gaman að þú veist, kasta tvíundu og maður fær það í Argentínu og svona en svona en ég hef farið þarna og fór þarna, þú veist, og það er nokkuð mörg á síðan ég hætti reyndar að fara í Nes ég ákvað að fara í norð ég átti stangir í norður á síðustu 4 árin og ég ákvað að fara, sko, ég hef aldrei komist þangað til í fyrra og það er rásár já, og ég held að þú veist, ég held að gæti ekki hitta á það verð, sko en strákarnir hafa verið að fara þarna, sko, Helgi og Jonni og þeir ást að stangir mína, sko, maður er bara, þú veist fengum 4 og 6 og 10 og 12 og eitthvað og svo loksist þegar ég ákvað, herru, nú ætla ég að fara þá bara, það var ekki fiskur í ánni, sko því miður og en Þú er eitthvað að djöfla til sjóbrítíkana á haustinu, ekki? Jú, aðeins, við fór í fyrra eftir alveg svolítið hlésamt, sko Já. Ég fór í fyrra og ég í Tungufljóti og gerum alveg geðveikan túr þar og ég held að við vorum með 60 og eitthvað fiska, held ég fór þáka í fyrst skipti í haust alveg geggjaðst að maður svakalegi fiskar Já, og upp alla ás, sko, þú veist, ég meina voru þarna þú veist, við lendum í einhverju göngu þannig að var í gegnum búrhylinn og við vorum þetta mjög heppnir gæði sem áttu undan eða hvort það var óselt eða mættu ekki eða eitthvað og svo ringdi og fiskur bara kom inn og við lendum bara í einhverju bingo eða svo fórum við þaðan í vatnamótin sem var svona, allt í lagi svona freka seint svo vorum við í tunguleiknum, ég var með útlendinga sem áttu að vera í tunguleiknum í 4 daga hérna í haust og þeir náttúrulega, þú veist, komust ekki og hann við ákvaðum bara nokkri félagar að taka þetta og bara hrikalega gaman, sko geggjað húsi þarna og stóri byrtingar maður, Jesús minn og svona ekkert eitthvað risa vatn eða nei og það er gaman að hafa kannski aðeins svona dreifðari og ég held að það vantar svolítið geldfiskinn líka ár já, það er ég held að ég hef verið á svipun tíma og þú bara í næsta lækliðin og við fengum engan undir 70 nei, þetta var bara svolítið, sko og það var sama saga, ég fór líka mittan í Tungufljótið og svo í Eldvatn og það var bara, ég held að úr þessum 3 túrum samtals, voru með alla stangirnar í öllum þessum túrum, voru 2 fiskar undir 70 Já, ég veit, akkurat það er svona, kannski eitthvað þú veist, auðvitað sexy en þú veist, það er eitthvað kannski Nei, er þetta ekki bara svona ár þar sem að, þú veist, ég meina
þú veist, við fáum svona ári laxinum skilja sem lítið að smálaxi, mikið að stórlaxi En næsta ári mikið að smálaxi silungsins náttúrulega öðruvísi. já, en ég segi sko Smáfiskurinn getur líka verið upp í Steinsmýravötnum eða neyri í Flóði í Greinlæk eða bara hreinlega komið setna inn skilur, þess að vera að ganga núna bara sko, þú veist, í lok október þegar við erum hættir Algjörlega. og ég man alltaf, þú veist, ég menna þú veist, einhvern tímann eitthvað viðtalið Pálma Gunnars í ykkur eða hvort það var einhverju þætti það sem voru að veitungu með flugu í höfðinu já, einmitt, akkurat og þá voru þeir sko að tala að þú veist að, ég meina, ofta er þessi fiskur að koma bara jafnvel inn í lok október og nóvember þegar við erum bara búin að pakka saman viðgræðum og hættir þessu sko. Það var að segja, einmitt í þeim þætti að einhverju bændu væri með sögur að sjóbrítisgönguna væri bara að koma í jólin sko. Matfiskurinn. Já. Þannig að það getur líka alveg verið sko. Þú veist, þannig að við bara ekki raskatu það. Nei, og ég meina, þú veist, það er alveg eins með laxi, ég meina, við stundum kemur smálaxi, ég meina, við höfum séð, þú veist, ég man, var þetta ekki bara 2018 eða eitthvað eða ég man ekki eitthvað árið það sem að menn voru sko, já, það komu, þú veist, menn voru að fá smálaxa í júní sko og bjuggust við einhverju, þú veist, ef hann var að koma svo snemma, þú veist, svo kom hann bara allir snemma, svo var hann bara hættur að ganga bara, þú veist, Það 2011. Já, það var 2011, já, þetta rennur allt saman í eitt eitthvað. En þú veist, þannig að ég held að það geti líka bara með byrtingin, bara, þetta sé bara árið það sem hann kom seint. Já. Hann mitt sagði líka, Jóhannes Sturluson, sagði sko, bæði silungur og lax, hann tryggir sig sko. Þú veist, það er ekkert sem að segja að það sé ekki einn og einn smála sem skriðið mig fyrir á núna. Þú veist, sem bara, hann sagði sko, það er staðreynd og að náttúrulega er að tryggja sig fyrir kannski einhverjum áföllum sem bara vatnsleysi, allir fiskurinn drefst þá koma kannski 2, 3, 4 seinna og meira sem svo Þingvöllum lýsir að því sko í Öxará gerir eitthvað svaka klaka öll hrognin eru grafin upp og fiskurinn endar upp á bökkum það kom alltaf einhverjir í janúar sem eru svona outliers og svo eru þessi geldhængar hérna sem að ganga aldrei í sjó í lagsinum náttúran er búin að baktryggja sig fram og tilbaka. Setur hrygnu í kassa einhver staðar skilur og kíkir á þá liggja alltaf einhverju svona 2 nuppar utan inni skilur en þannig að ég meina þú veist ég man eftir sko einhverju klakveið í hrútunni þegar voru að hjálpa þrestið skilur miðjan október bara sko lúsugan 80 eitthvað 700 fisk sko og og einhvern tímann svona fyrstu ári mín í miðferðinu og var einn svona ennþá kannski svona meiri, svona kannski veiðigretta í mér þá heldur en núna, þá ég man alltaf ég komið ekkert, það var miðjan október sko og ég mættur eitthvað allt og snemma og geggja haustveður og ég bara, herðu, ég ætla bara að fara hann í grjót til og taka nokkuð köst sko og það, ég endaði með einhvern 87 sem við verðum að lúsa hann heng skilur miðjan október, sér það maður þannig að döðskamaðis mín Já, ég meina þú veist áhugavert enga síður Já, mjög Já, þetta eru magnaðar skepnur og ég vil væri nú gaman að fá að vita eitthvað meir þetta það væri nú eitthvað að vera að rannsaka eins og sérstaklega sjóbrytingin Já og það er alveg ótrúlegt sko að það skulle ekki hafa verið sett meira púður í það þú veist eins og að búið að setja mikið púður í að þú veist, láta eitthvað fólk sitja upp á skrifstofum að fara yfir veiðibækur úr einhverju laxveiðum sem skipti basically ekkert einhverju rosa máli sko Nei. að skulle ekki hafa verið sko sett meira púður í þú veist rannsóknir á þú veist laxinum og þú veist hvert hann fer og þú veist þú veist og bara hitt og þetta og ég meina þú veist það er svona interessant pælingar eins og þú veist niðurgöngur lax þú veist af hverju hangir hann í ánni allan veturinn Já, akkur fyrir hann ekki bara farin núna ekki bara hrygna og bara drífa sig út sko og þú veist ég herði svona athyglisverða pælingu með það þú veist hann væri sko hann gerði þetta til þess að býða til gönguseðunum til þess að teima þau út á sko fæðislóðunar sem meikar alveg sens en ég held að vita það enginn þú veist að því það hefur aldrei verið rannsaka þannig að já ég held að sé alveg fullt af hlutum þú veist Hvernig leggst 2021 í þig? Þetta verður árið sko Já, ekki Þetta er 7 slags árið með fyrir þig Já, þetta tala bara eins og gömlu Liverpool gæðarnir sko næsta ári, þetta kemur alltaf næsta ári This is our year Nei, ég held að verði gott þú veist, ég finn fyrir rosa miklum áhuga að utan ég svona meira en ég hefði kannski þorð að vona
þú veist, ég kannski get alveg fara að reyna á það sko, hvað menn eru tilbúinir að þú senda peninga það er allir tilbúin að taka frá til að bóka og taka frá og svona og þetta er líka eftir svona ár skilur hvað átt að setja mikla press á fólk að borga og græja ekki, þú veist, þannig að en það er mikill áhugi sko. Finnur þú fyrir einhverjum meira áhuga eftir að svona þess að frétti voru að koma bóluefnum og svo leiðis? Já, það er búið að vera, þú veist, eins og sísta vika búin að vera alveg, þú veist, hérna bara mjög busy, sko og ég held bara svona sko, það er alltaf fullt af útlendingu sem að letu sig hafa það í sumar, sko Þetta er náttúrulega sjúklingar þetta er ekki, nei, þetta er bara ákveðin fíkn, sko þetta er ekki, þú getur alveg séð Gullfoss á næsta ári Veist, en þú verður að fá skammti þetta er bara fixið, sko og hérna, ég held að þú veist, þeir sem að koma í sumar þú veist, þeir eru 110% að þeir eru að koma næsta sumar, sko það er líka fullt af fólki sem að ákveða að koma ekki í sumar en þeir vita að var sko lið sem að viti stanginnar og þú veist, og gátu ferðast og var ekkert mál og veitu vel og voru á rosa ánæði, sko þannig að þeir vilja líka koma og ég held að svona, það myndi hjálpa kannski svolítið Íslandi líka að við gátum operitað, þú veist, í sumar þú veist, þetta testa flugvellinum og allt þetta gekk ágætlega upp og svona fram að 19. allavega ágúst ég meina Rússland var bara lokað Noregur lokaður Argentína verður væntanlega lokuð núna já, ég held að sé enga líkur að verði þú veist, verði veikt í Argentínu eða þú veist, allavega útlendingar kannski í lok mars, apríl eða það verður eitthvað gerast eitthvað með þessi bólefni en þú veist, ég meina í Argentínu núna máttu ekki fara á milli sko, úr sýslu í sýslu sko, þú veist, það er bara hérna, þú veist, ég kannski ekki algjör lockdowni en þannig að ég hef enga trú á því og ég meina, þú veist, ég held að menn viti auðvitað ekkert með Rússland hvernig það verður heldur þannig ég held að svona það hafi hjálpað okkur rosalega mikið að ná að operita allavega eins og við gerðum í sumar og þú veist ég held að ef við verum heppin í sumar með sko vatn og veiði og svona að þá eru alveg búin að stimpla okkur alveg ótrúlega vel inn þú veist, hjá svona þessum erlendu veiðimönnum sem að ferðast sko að því að þú veist, þetta var alltaf svolítið svona, þú veist, Ísland var svona öryggistaðurinn, þú veist, upp á að fá fisk og svona, það verður aðeins klikkað síðustu 2 árin, þannig að þú veist, ef við en á sama tíma hefur líka eins og Rússland klikkað með þessar heræfingar já, þú veist, ég meina ég með kuna hjá mér sem eru búin að þeir eru á 3. ári í rollover í Karlovku, sko sama hérna þannig að þú veist, sko, þar á undan náðu einu og það var sko rollover árið á undan líka þannig að sko, ég held að þú veist, ef þetta gengur upp allt núna og svona, þú veist, þá munum við stimpla okkur, þú veist, velinn, allavega svona Evrópumarkaðurinn, maður veit ekki alveg með Ameríku, hvernig Ameríka verður, skilur, þú veist, allavega fyrir þetta, eða fyrir 21, en ég held svona með að breskra við manna og, þú veist, og Svíþjóðir að svilt líka Spánverja. Já, frakkar og þetta verður auðvelt fyrir þá, sko. Við bara krossleiki fingur og vonaða besta. Það heldur betur, Við takk kærlega fyrir komuna í heilin og spjallið. Þetta var mjög fróðlegt og skemmtilegt. Takk.